Þá komum við 15. lið á dagskrá, Hlíðarvellir, umsókn um áframhaldandi stækkun, til máls tekur bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta liður 13 í fundargerð skipulagsráðs frá 15. apríl síðastliðnum. Lagt fram erindi dagsett 10. apríl 2026 þar sem North óskar eftir vilyrði stækkun lóðar fyrir uppbyggingu gagnavera til suðurs yfir svæði þar sem nú gert ráð fyrir 7 minni athafnalóðum. Vilyrðið yrði með sama fyrirkomulagi og fyrirvörum eins og veitt var fyrir svæði vestan við Hlíðarvelli sem samþykkt var í bæjarstjórn 18. nóvember 2025. Skipulagsráð tekur jákvætt í erindið en vísar ákvörðun hvort veita eigi vilyrði fyrir úthlutun svæðisins með vísun í heimild í grein 2.3 í reglum úthlutun lóðar til bæjarstjórnar. Að mati skipulagsráðs ættu sömu skilyrði að gilda þetta svæði og svæði vestan Hlíðarvalla. Það að samningur nýtingu glatvarma verði uppfærður til samræmis við stækkun gagnaversins. Fyrir fundi bæjarstjórnar liggur minnisblað Hallgríms Arnar Arngrímssonar forstöðumanns hjá North dagsett 17. apríl síðastliðinn. Og þetta minnisblað ljómandi gott og rekur söguna og þar kemur fram að þessi uppbygging þegar og ef þetta gerist allt saman þá verður þetta orðnir má segja 5 áfangar, það að segja Hlíðarvellir 1 sem byggðust upp í tvennulagi og Hlíðarvellir 3 og svo þetta svæði vestan götunar sem kallað D á teikningunum og svo þetta suðursvæði. Og einnig fjallað hvaða aflþörf og aflnotkun verði þarna á svæðinu þegar allt komið í gang. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Andri Teitsson, lokið málsins, orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Már Gunnarsson. Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar, eins og kom fram í inngangi bæjarfulltrúi Andra Teitssyni, þá var þetta mál afgreitt af skipulagsráði þar sem ég á sæti sem áheyrnarfulltrúi og á fundinu þá óskaði ég svona eftir því að við fengjum uppbyggingarplan frá viðkomandi fyrirtæki þannig að við getum betur átt okkur á svona sýninni fyrir svæðið í heild og eins og kom fram í máli bæjarfulltrúi Andra þá brást fyrirtæki hratt og skjótt við og það plagg dugir mér og ég held að þetta sé skynsamlegt að veita þessu fyrirtæki þessa lóð til þess að skipuleggja svæðið í heild. Hins vegar myndi ég nú kannski vilja samt sem áður koma svona vingjarnlegum, kurteislegum svona ábendingum eða óskum til fyrirtækisins að setja saman aðeins ítarlegra plagg. Það er ekki nóg að við áttum okkur á framtíðarsýninni, heldur þurfa bæjarbúa líka að átta sig á framtíðarsýninni. Þannig að ég held að væri gott ef við fengjum bara ítarlegt, metnaðarfullt og fallegt plagg sem væri einfalt að skilja og myndi nú kannski innibera líka samfélagsstefnu og umhverfisstefnu. Þetta bara punktar frá mér, auðvitað og bæjarfulltrúa Sunnu, en auðvitað haga fyrirtæki svona málum eins og þau vilja. En ég held að þetta væri gagnlegt, þannig ég kem bara á þessu vettvangi þessu á framfæri við viðkomandi fyrirtæki. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Gunnar Már Gunnarsson, lokið máli sinni, ég ætla að biðja varaforstöðum að taka við stjórnum og gefa mér orðið. Forseti og getur bæjarfulltrúar, ég tel eins og bara bæjarfulltrúi Gunnar kom inn og þetta sé hið besta mál og við að halda áfram að vinna með fyrirtækjun á þessu svæði. Ég mun bara bera þessa ósk áfram og óska eftir ítarlegra plaggi af því að ég tel eins og bæjarfulltrúi Gunnar að það hefði mátt kannski skýra betur einmitt á einfaldari máta og betur fyrir bæjarbúum hvað gerist og til hvers fyrirtækið ætlast og hvað það ætlar að gera hér í samfélaginu. En við hittum
Forsvarsmenn, ég og skipulagsfulltrúi á fundi og ræddum málin fram og tilbaka og ég gat ekki betur fundið en að þau séu eins og hefur reynd að vera í gegnum allt þetta ferli, séu öll að vilja gerð til þess að ég vinna með samfélaginu að þessari uppbyggingu og í sátt og samlyndi við allt, hvort sem það fræðasamfélagið eða við íbúar og svo það starfsfólk sem kemur til með að vinna með þeim. Þannig að svona þau allavega orðuðu það þannig að fyrirheitin voru góð. En við munum bara kalla eftir þessu og ég bara tek undir með bæjarfulltrúa Gunnari. Þakkum bæjarfulltrúa Höllu Björk fyrir, við gefum aftur stjórn á fundunum. Takk fyrir það, orðið laust. Næst tekur máls bæjarfulltrúi Jón Hjaltason. Forseti, aðrir bæjarfulltrúar, ég ætla að samþykkja þetta. Mér finnst þetta sjálfgefið, við gáum upp boltan á sínum tíma, en ég vil rifja upp enn og aftur fyrir þá sem hér munu sitja áfram, hvernig þetta var í upphafi. Þá var okkur seld hugmyndin í og með þannig að sú umframorka sem þarna til, hún myndi varma orkan myndi með einhverjum hætti nýtast. Síðan gerðist eitthvað sem ég veit ekki hvað var, þannig að byggt var með þeim hætti að það var ekki auðvelt að nýta þessa varmaorku, jafnvel ómögulegt, ég veit ekki alveg. Lærdómurinn sem ég ætlaði að draga af þessu sá að þegar við fengum formann eða forstjóra, þáverandi, ef til núverandi eða þá, Nord á fund, að þá spurði ég hann út í þetta og hann svaraði mér með 5 mínútna mjög langri ræðu og svo í lokin spurði hann, skilur þú þetta Jón? Og ég var nýbyrjaður og sagði, já, ég skil þetta alveg nákvæmlega og skildi náttúrulega ekki orð. Þannig að það allt í lagi að segja, nei, ég skil ekki neitt í því sem þú ert að segja. Þú verður að einfalda þitt mál, útskýra þetta betur, þannig að ég skilji helst matræða með matskeið, þannig að bara ekki falla í sömu gryfju. Ég að segja já og amen, heldur ef ekki skilji, þá bara segjum við það og við viljum betri skýringar og hafið hugfast að fyrirtæki það lagði af stað hálfgert undir fölskum forsendum eins og ég sé málið þegar ég lít tilbaka. En þetta gott fyrirtæki og ég stið þetta eindregið. Takk. Bæjarfulltrúi Jón Hjaltason og ekki málsinn, ég ætla að biðja að vera fórstöðum að taka í stjórnin og gefa mér orðið. Til máls tekur bæjarfulltrúi Halla Björk Sveinsdóttir. Forseti ágæti bæjarfulltrúa, ég langar aðeins að hérna bara vegna þess að Jón kom hérna einmitt með forsöguna og hvernig við stóðum að þessu og þetta var reyndar á síðasta kjörtímabili þegar að byrja þetta samtal við Advania á sín tíma og þá lá fyrir og vilja yfirlýsing eða eitthvað slíkt sem og við vorum svona einmitt vissum ekki hvað fótinn átt að stíga nema það var vilja yfirlýsing að taka þátt í fræðasamfélagi og það átt að skila svo og svo miklu við ætlum að nýta þennan varma sem mögulega kæmi af þessu gagnaveri. Og ýmis svona jákvæð teikn á lofti að þetta væri hið bara besta mál. Við lögðum á stað með pingu lítið í sjálfu sér gagnaver og hérna eins og þeim muni sem að voru á þeim tíma. Það kom síðan í ljós að það var loftkæling sem var ekki tækt að einhvern veginn að nýta varman frá því og eitthvað sem við höfum ekki átt á okkur á einmitt eins og bæjarfulltrúi Jón bendir á að þú veist að við eigum ekki að vera sérfræðingar í öllu en þegar okkur sagt að þetta getur svona þá trúum maður því en það má alveg spyrja einmitt ef maður ekki alveg skilur. Fyrirtæki var síðan selt og síðan hefur það gengið og nú erum við að díla við Nord. Stækkunin var síðan vaskkeldir eins og ég skildi. Tölvubúnaður eða það var hann vaskkeldur og það er auðveldara að nýta varman þaðan eða frá þessari því sem myndast þar. Við gerðum þá í framhaldinu samning eins og ég nefnt hérna að nýta klatvarman og við gætum og það væri okkar eign eða við gætum ráðstafa því eins og bæjarfélaginu henta best þá síðan eftir að finna því einhvern góðan farveg. Ég meina það hefur ýmsar hugmyndir verið uppi hvort það væri hægt að leiða þetta niður á annarkvort íþróttasvæði til þess upphitunar eða hvernig við getum sett þetta inn á kerfið aftur og svo framvegis. Það hefur ekki ennþá skapast sá grundvöllur að það borgir sig að setja þetta beint inn á kerfið hjá Norðurorku en það getur
ég ætla ekki að vera sérfræðingur í þeim efnum heldur. Hvað varðar einmitt svona, og það var eitt af því sem var rætt á þessu fundi, það var hvort við gætum einhvern veginn endurvakið þetta sem við byrjuðum með Advania, að þetta samstarfið skólan okkar, sem ég held að sé alveg ofboðslegur ávinningur fyrir samfélagið ef að fyrirtæki bara, og ég ekkert endilega bara AtNorth, heldur bara fyrirtæki og við myndum svona alls að reyna samanast að tækninám og svo framvegis yrði eflt hérna á svæðinu fyrir þessa starfsemi sem og aðra. Þannig að ég held að sko, við séum bara í þessu góða samtali, við erum að gefa núna vilyrði fyrir þessum lóðum og ég ætla bara með leyfi forseta að lesa upp tillögu að bókun. Það bæjarstjórn samþykkir að AtNorth verði veitt vilyrði fyrir svæði við Hlíðarfelli þar sem nú eru 7 minni athafnalóðir til samræmis við fyrirliggjandi erindi án auglýsingar með vísun í heimild í grein 2.3 í reglum úthlutun lóðar. Vilyrðin með fyrirvara gildistöku breytingar og deiliskipulagi svæðisins sem unnið verður í samvinnu við umsækjanda og Akureyrarbæjar. Endanleg úthlutun getur ekki farið fram fyrr en að loknum skipulagsbreytingum auk þess sem forsenda úthlutunar verður að áður samþykktur samningur nýtingu glatvarma verði uppfærður til samræmis við stækkun gagnaversins. Bæjarstjórn samþykki jafnframt að gatnagerðargjald verði 15% samanber heimild í 1. málsgrein 5.2 greinar í gjaldskrá gatnagerðar og byggingarréttargjalda í Akureyrarbæ nr. 24/2024. Greiða þar byggingarréttargjald til samræmis við 6. grein auk þess sem AtNorth þarf að sjá að framkvæma og kosta nauðsynlegar breytingar vegna færslu á reiðstíg og frágangi á landi í næsta nágrenni. Takk fyrir. Björg fyrir, ég ætla að gefa henni aftur stjórn á fundinum. Og orðið laust. Sem fleiri hafa ekki hvað sé hljóðs þeir sem geta samþykkt, gefið merki og þá bókunina. Það eru öll, takk fyrir það.